Skötumessan menningar- og matarviðburður sem búinn að festa sig kyrfilega í sessi á Suðurnesjum, nánar tiltekið í Garði, en það fyrrum bæjarstjóri þar í bæ, Ásmundur Friðriksson, sem uppásmaður skötumessunar, sem nálgast tvítugsaldurinn. Ási fór aðeins yfir söguna og bróðir hans í Oddfellow-stúkunni Jóni Fosseta fór yfir aðkomu bræðranna. Ási, hvað þessi skötumessi? Ja, þetta nú alveg eftir 20. Þetta sé nú með 18 og 19. Og þá ferðu náttúrulega ekki leggja árar í bát væntanlega eftir þetta, þú ætlar ekki að koma þessu upp í allavega 30? Já, við erum rétt að byrja. Þeir eru bara rétt að byrja? Já. Hver var hugmyndin að þessu á sínum tíma? Ja, þetta var nú auðvitað bara að halda upp á Þorláksmessu sumri, byrjaði svona róleitum og Þorláksmessu sumri, ég ekki viss allir þekki þetta. Ja, hún semst lögbundin í kirkjunni og Þorlákur Helgi var auðvitað aðlaður þá eða semst hann fékk ég nú ekki alveg með sögur á hreinu svona blákaldur en þessi dagur semst vonandi til heiðurs og kölluð Þorláksmessu sumri sem hittur bara 20. júlí og við höldum þessa messu sem næst þeim degi. Sem næst þeim degi, já. Og náttúrulega Þorláksmessa náttúrulega, já, það er dagur skötunar, eða ekki? Já, það er dagur skötunar. Já, og skata var einstaklega ljúffeng, hvaðan kemur hún alltaf? Við kaupum þessa skötu frá fiskbúð Reykjaness, sem alveg ofsalega öflug og góð fiskbúð hérna á Suðurnesjum, í Reykjanesbæ. Og hvað, þetta allt bara nánast héðan úr héraði? Já. Þessu saltfiskurinn og vísi, eða ekki? Saltfiskurinn kemur úr Grindavík, skatana... Rosalega góður saltfiskur líka. Kartöflurnar úr Flóanum eða úr Fossati í Flóa og það eru margir sem leggja okkur lið. Og hvað safnaðist mikið? Veistu það á þessum tíðabóndi? Við munum að þetta gjafir hérna fyrir 7-8 milljónir eftir. 7-8 milljónir? Já. Og hvernig virkar það? Sækir fólk þú fréttir af? Alls konar, bæði frétti af og við tökum upp með sjálfum okkur og svo hefur fólk samband. Já. Og þetta alltaf bara mjög skemmtilegt. Fólk skemmtir sig greinilega mjög vel. Tónlist, það eru ræðumenn. Hvernig ákveður það? Hver er ræðumaðurinn? Hvernig tónlistarætturinn eru? Það svona bara hvernig hjartað slær hverju sinni og núna var kannski komið að því að Steindór Gullason sem hefur nú bara verið hérna í allan tíman og að reka fyrirtæki sem föður hans sett á stofn og hann hafði nú verið hérna gamli maður við upphaf okkar farvegs í þessu og lagt okkur lið og mér fannst það tilheyrandi að Steindór myndi svona blessa þessi yfir okkur. Ja, þetta búið að vera bara mjög gott hingað til og þú átt vona á meira stuði, eða ekki? Þetta rétt að byrja. Þetta rétt að byrja. Og það ekki alveg á hreinu? Meina, þú ætlar að halda þessu gangandi bara... Þetta er 20 ára... Ég hef sagt þér áður, ég rétt að byrja á vinnumarkaði og hvernig skildi hætta þessu? Ég rétt að byrja. Bræður í Jóni Fosseta nr. 26 svona fyrstskipti í heild að koma hérna en við höfum náttúrulega, ég og Ási og fleiri höfum verið hérna sem ekki sem ótrúlega bræður, heldur bara sem vinur og félagar sem vilja gera gott í samfélaginu. En þetta er fyrsta árið sem við ákveðum að kanna hvort væri vilji hjá bræðrum að taka þátt í þessu og það var mjög góð þáttaka. Hvað eru þið margir í ykkar á tölureglu? Við erum 50 í reglunni. Já. Og við auglustum bara eftir áhersum aðeins til þess að koma og taka þátt og það voru 15 bræður sem komu og makar, pluss makar. Og makar líka, já. Já, þannig að það var í boði og við létum gera flotta bóli. Sérstaklega bóli, bara vel merkt og flott. Þetta er bara eflið líka, við finnum það bara hvað eflið er bræðarlagið, allt svona utan reglu starfsins. Já. Hvað þetta gerir gott fyrir okkur. Er það ekki nokkuð ljóst að Ási þarf ekki að hafa ágjör af mannskap hér eftir? Er þetta ekki bara komið til þess að vera? Hann reyna að íta þessu frá sér en við sögum það alveg klartmál, hann er formaður í árallarana en ég held að sé komið til að vera hjá Jóni Fosseta að taka þátt í þessu. Hvað er ykkar starf? Hvað eru þið virkir bara á ári? Þú veist, eru þið ekki að halda viðburði eða hvernig virkar þið? Já, við erum við fundum bara reglulega fundi tvisvar í mánuði. Við erum með frægt kótilettukvöld, einu svona hausti sem er svona stærsta fjáröflun okkar á hausti og það er bara nákvæmlega sama dúr og þetta. Við erum að leiða gott í samfélaginu með styrkjum og í líknastörf og fleira. Þannig að þetta smell passar þessu stærðinni. Hvað er þetta svona meðaltal á ári heldur sem þið eruð að ná að styðja við góð málefni? Ef við tökum þetta messuna þá er það 5 milljónir give og take fyrir kvöldið. Við reynum alltaf að gera meira virði úr því sem við fáum, klálega. Kótilettukvöldið er að taka rúma 1 milljón
og svo bara okkar reglustar sem að safna í líknasjóð og líknandi starf. En á þessum fundum, hvað eru það fundum? Hvað eru það að ræða? Það er Bara hitta, og það er náttúrulega leyndarmál. Nei, þetta er alls ekki En svona skipuleggja þá bara hvað þið viljið gera og Já, svona? það er bara innra og ytra starf. Þetta er hluti af ytra starfi hjá okkur og við höfum verið að reyna að ýta því meira, að gera meira svona fyrir utan reglulega fundi. Já. Og þetta er alveg frábært dæmi það. En hvað með þennan mat? Ertu gefin fyrir skötu? Já, ég var alveg fyrir skötu, þó það væri bara Þorláksmessu, þá hef ég haldið í hefðinu og borðað alltaf skötu á Þorláksmessu og nú á sumri líka. Þannig að þér finnst þetta mjög gott. Það virðist bara vera, annarkvort finnst fólki að þetta vera hreinasti viðbjóður eða þetta er bara algjört lostætti. Og þú ert blessunlega í seinni flokknum. Já, ég er klálega bara heppið með uppveldið með það. Ég komst ekki, jú, það var ekki pínton í mér, en það var samt sem áður. Ég var bara alveg fyrir það að skata væri góð Þorláksmessu og mér finnst hún bara góð, reglulega. Og saltfiskurinn geggjaður. Saltfiskurinn var mjög góður. Ekki svona nætursaltar eins og þú nefndir. Akkurat. Alvöru saltfiskur. Og vísir, ég er mjög þakkláttur vísir fyrir að skaffa saltfisk. Ég var að borða saltfisk í fyrsta skipti bara langan tíma. Ég naut hans jafnvel eins mikið. En er ekki alveg að hreinu þið, Oddfellow, þetta er komið til þess að vera þetta ekki? Ég held að Þið eru ekki búið til svona flotta bóli fyrir eitt kvöld, sko. Ég heyri bara á bræðurum að þeir eru mjög ákafir að taka þátt í þessu áfram og við munum klálega óskætti þeirra þáttu áfram. Rúnar Arnarsson hefur verið Ása til aðstoðar undanfarin ár og annar haukur í horni fyrir Ása er veitingamaðurinn Axel Jónsson á skólamatt. Herru Rúnar, hvert er þitt hlutverk búið að vera hér í kvöld? Að stjórna þessu borðhaldinu, hvaða borð fer og borðar og hvernig þetta er allt saman svo skipulega á þessu. Og hver ákvað þessa rauðeila? Þú líka það? Þetta er alveg bara mitt, sko. Ég fæ að ráða þessu alveg sem ég vil, sko. Þannig að það er eins gott að menn séu góðir við mig. Já, þú hlýtur á að fengi smá hyggsta. Ég og mitt borð, við vorum aftastir og við vorum frekar ósáttir, þannig að... Já, þeir segja gárumgötni hér út í sal að það séu brúnu umslögin sem gilda, sko. En ég er nú ekki alveg svona, ég veit það ekki. En hvað hefur þú lengi vanið komið inn á þessa glæsilu sköldu? Ég hef ekki búin að vera mjög mörg á, ég veit ekki, kannski 5-6 ára eitthvað svoleiðis. Svo ég hef verið svona að hjálpa á þessa beint. Já, og er þetta matur sem þú borðar? Nei, ég get nú sagt það í trúnaði og fer nú ekki lengra með það, sko, en ég borða ekki skötu, sko, mér finnst hún ekki góð, en þetta er besta skatan sem ég hef ekki smakkað, sko. Sem þú hefur ekki smakkað, já. Og menn, ertu ekki ánægð með þetta framtak? Alveg frábært. Nú er hann einmitt að útdeila styrkjum og öðru. Þetta er það sem gefur þessu allt saman. Þetta er trukki sem þetta er þess virði að standa í þessu til þess að geta hjálpa þessu fólki. Það er alltaf svo leggjandi fyrir það. Og hvað segir ekki sagan að hann sé búin að svona í gegnum tíðina þessi cirka 20 ár ekki komin einhverja cirka 100 miljónir? Jú, ég held að það var 100 miljónir. Við talaðum sem hafa farið til góðgerðarmála sem gera það í betur við. Gera það í betur. Það er ekki ónýtt að eiga svona fólk. Og fyrir utan hvað, þetta er bara gaman eða ekki? Algjörlega, þetta er bara, maður hlakkar til að koma hérna, sko, þetta er bara snillt að koma hérna. Þetta er bara hluti af bara sumrunu? Algjörlega. Og alltaf Þorláksmessa samkvæmt einhverju gömlu... Jú, Þorláksmessa sumri, já. Þetta er ekki kannski svona fólk, ungt fólk í dag veit í varla hvað það er, en þetta er, en Ási hefur haldið þessu til haga og vel til fundið. En unga fólkið mitt, talandi unga fólki, nú var ég að tala við Axel. Hann hefur ágjörð í að svona matur, þetta muni bara heyra sögunni til eftir 30 ár, hvað heldur það? Já, þetta er náttúrulega kannski undanaldi, en við sjáum nú eins og þorrablótin, svo ég voru svona niðurlótum komin, en nú er þetta það vinsælasta í dag bara, þorrablót, sko, það har haft svona eitthvað með náttúrulega, en þetta náði hérna vopnum sínum aftur þorrablót og þorramaturinn og akkur ekki skatan. Ég treysti því að þetta haldist. En þá ætli ég líka bara algjörlega koma þér í boppa. Núna þurfum við bara að koma þér upp á lagi með að borða skötu. Jó, en við fyrir líka því þú mátt ekki neitt láta vita að þessu, sko, því þá er ég ekki húsum hægum hérna, sko. Þetta fer ekki lengra. Takk. Axel, hvað ertu búinn að mæta oft og lengi á þessu skötumössu? Sko, ég held að ég ási átti nú hugmyndina að þessu. Fyrir einhverjum cirka 20 árum, eða ekki? Já, cirka 20 árum og ekki gerða þetta á þess að hafa eitthvað kokk með sér til að byrja með. Því það þurfti potta og pönnur. Og ég hef búinn að standa í þessu með honum síðan nánast. Já, þú hefur verið raun með frá upphæði bara. Já. Einu öðrum hætti. Ég var meira fyrst, sko, og svo dró ég mig út úr þessu, eða þannig, en ég kem alltaf að þessu ár eftir ár.
Já, menn kartöflurnar þær voru svonar hjá þér? Já, kartöflur, rófur og plokkuskurinn, þetta kemur allt frá skólamat. Já. Og svo svona ýmis áhald sem við lánum og björgum. Ok, nú ert þú bara kokkur, matreiðslumestari. Hvað er það við skötunum sem svona gott? Og það bara annarkvort finnst fólki þetta vera viðbjóður eða bara hreinasta lostæti? Vistu það er bara sko bragði. Vistu það, ég skata, ég ólst upp í skötu. Afi minn kendi mér þegar ég var bara 7-8 ára gamall að ýlda skötu, saltana, umstaflinni, vaskana. Jafnvel að míga yfir hana. Jafnvel að míga yfir hana og sólþurrkana. Og sólþurrkana sér. Þegar þetta var komið á diskinn, maður gleymir aldrei bragðinu, þetta var svo gott. Og enn. Þú sér þetta fólk, við vorum að tala það við borðið, það eru mörg ár þangað til að þetta hverfur. 20-30 ár. Nei, ég trúi ekki. Nei, sko það bara þetta, þú sér ekkert ungt fólk hérna inni. Nei. Og lítið. Já. Þannig að maður hræddur að halda við hefðinni. En ef einhver ungur og forvitin, ég verð nú að prófa, ég verð nú að læra þetta. Hvernig myndir þú það ráðleggja? Ekki eintómsgata, verða kartöflur kannski í miklu meiri hluta á móti. Já, það má gera það þannig. En sko ég man eftir því þegar ég var með þorrablótin í gamla dag í Stuttgart til 20 ára og þá þetta voru námsmenn sem komu mikið í þorrablótin og þá var hákarl og harðfiskur og allt þetta og súrmatur og þá sko það var þessi forvitni. Eins og þú segir, þau prófuðu og við létuðu að prófa, smokka eitt bit á, þetta var vond og segðu bara að þetta sé vond og findu vonda bragði, svo kemur þetta. Svo nefnilega kemur þetta. Það kemur hægt og bítandi. Þannig að það er bara ekki að leggja árar í bót. Já, og kamembert-ostinn og ostana yfirleitt, fólk prófar og svo bara verður að ánægja þessu. Já, nákvæmlega. Þannig að þú myndir náttúrulega bara mæta fram við, er þetta ekki bara partur af bara sömurinu? Þetta er bara partur af prógraminu. Við í skólamat, við erum hætt öllum veislu, við vorum með kútnaðakvöld og við vorum með þorrablóti í garðinum hérna til margra ára. Við erum hætt öllu aukastarf, það er ekki hægt að leggja það á skólamat. Það er nóg að gera. Þannig að þetta er eina sem er eftir. Frábært, takk hérlega. Takk.